Takk eitt. Jæja. Þau verður kannski að fyrirgefa röddina. Þegar ég að taka þetta upp þá fyrsti leikur Íslands á HM nýlokið. Hann kláraðist í gær og ég náttúrulega horfði á hann og skráði mér eitthvað lungu og eitthvað svona en þú veist, ég bara í Brussel fór ekki til Moskvu eða neitt svoleiðis en hef gaman að þessu. Það var alveg, við húðum og allt saman sko og barinn hann sem var með okkur, við vorum kannski svona, eitthvað 20 Íslendingar og annars voru þetta bara allskyns þjóðernið þarna, eins og Brussel er. Ég myndi segja 80% hafi haldið með Íslandi og 20% hafi haldið með Argentínu. Já, það var hlegið mikið þegar Messi messaði upp vítinu. Það var gaman, það var ekki leiðilegt. En í dag ætla ég að gera eitthvað sem hefur ekkert með Messi eða Argentínu að gera. Jú, gæti verið Messi að borða þennan mat og ég ætla að búa til fíladelfíska ostasamloku eða Philly cheesesteak. Náttúrulega með mitt take, þannig að þú veist, í rauninni þetta ekkert Philly cheesesteak, þetta bara, hvað var þess Mid-European cheesesteak eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. En ég ætla að kalla þetta bara Philly cheesesteak, ég ætla bara vera pínu klikkaður og gera það. Ég ætla að skipta föt. Það var pínu heittinn uppi. Ég ætla að telja það sem í þessari samloku. Það ostur, chili, sveppir, piklesið, smjör, laukur. Ég reyndi að finna verra baguette en það var bara erfitt. Það svona crispy, en þetta ætti að vera svona hálfmjúkt brauð en við látum þetta duga. Baguette. Herðu, ég að gleyma einu, að ég með seinasta innihaldið niður í frosti. Ná ég það. Þið spyrjið ykkur kannski af hverju ég með það í frosti. En ég með það í frosti út af því að þá næ ég að skera það fína. Þú veist, ég setti það kannski í frost fyrir svona klukkutíma og það ætti að vera komið svona pínu frost í það núna. En, já, fullkomið. Bara smá, bara svona, þannig að það sé pínulítið harðara og auðveldara að skera það. Ég vil fá þetta í örþunarsniðar. Það kannski eina sem gerir það að Philly cheesesteak. Svo steikin sem ég byrjar að kúta niður út af því að hún má ekki þinna. Þannig að ég ætla bara að halda áfram að gera það, held ég. Munið svo krakkar, fitan alltaf góð. Það hægt að nota verri kött af kjöti líka sko. Það verður alveg hægt að fara í chuck eða chuck berry, jafnvel. Ég ætla að taka þessa fitu hérna. Ég ætla að nýta mér hana. Svona, steikin klár. Nokkrir sveppir. Sveppirnir eru mjög góðir í þetta út af því að þeir drekka í sig djús og það verður hellings djús á þessu. Svo laukurinn. Hafa þá einstunna líka og þið getið, kannski ekki einstunna en alveg mjög þunna. Þá maður sjá, þetta bara tilbúið. Þessi gul. Þegar ég spekla hvað þetta þá þetta grill. Kúta chilíin, ég gerir það bara meðan ég steiki laukinn. Enda ekkert pláss. Náum sem að hita. Gott núb af smjöri. Svo ætla ég að setja fituna hingað út á líka. Leifum hérna fituna að komast hérna úr
Ef ég einhvern tímann hendi ekki inn salti og pipar, þá megið þið gera ráð fyrir því að það sé salt og pipar. Nú er ég búinn að nota þetta. Nei, lækkum þetta alveg. Við ætlum ekki að brenna laukinn. Við ætlum alveg bara að steikja hann mjög hægt og rólega. Sterkur maður. Nú ætlum ég bara að leyfa þess að vera aðeins. Og meðan þetta er í gangi, þá ætlum ég að skera chilíinn. Ég er búinn að vera að hræra hérna í þessum lauk. Hann er svona orðinn þokkalegur. Næsta sem ég ætla að gera, ég ætla að henda honum hérna út á hlið og kynda upp í henni. Það er chilíinn og sveppirnir. Sveppirnir eru svo þyrstir í smjörið, sko. Það verður bara að hlusta á það og setja meira smjör á það, sko. Svo meðan sveppirnir eru í gangi, þá verður kjötið að fara út á hérna í miðjuna. Þá má nú færa þetta hingað. Setjum smá salt og pipar. Færum sveppina yfir á laukhelminginn. Skellum allt í botn núna. Allt í botn. Og nú á honum. Svo eiginlega búum við til samlokuna hérna ofan á pönnunni. Blöndum þessu öllu saman við. Hendum hérna ostinum út á. Lefum honum að bráðna. Lok ofan á. Þannig að osturinn ná að bráðna. Nú er spurning, sko, ég náttúrulega smakkaði pikkolið ekkert í seinasta þætti. Þannig að við getum pínu spicy og gott. Það þarf ekkert majónes eða eitthvað svolítið rugl í þetta. Svo málið bara. Sko í rauninni hefur þetta ekkert með Philly cheesesteak að gera. Nema þá að það er steik í þessu og ostur. Svona einhvern veginn. Philly cheesesteak. Og þú í þetta. Þetta er gott. En ég held að þetta hafi ekkert að gera með cheesesteak samlokuna frá Philadelphia. En mér er skítsama. Þetta er hrikalega gott. Köllum þetta bara cheesesteak. Ég hef náttúrulega aldrei farið til Philadelphia, þannig að ég gera hana hérna í Brussel eins og ég vil. Ég vil alveg áfram að búa til meiri samlokuseríu fyrir ykkur og fyrir mig. Ég þakka bara fyrir að þið séu að horfa. Vonandi likeið, deilið og sérið. Ægilega gaman til að þið gera það. Takk fyrir mig. Ég ætla bara að fara að borða þetta. Djúvill, þetta heitt maður. Ennþá.